Benedikt Guðmundsson. Benni, næsti ML-kur það á morgun, sunnudag. Þá koma Reynir Sandgeri í heimsókn í höllina. Hvernig leggst það verkefni í því? Bara vel eins og allir aðrir leikir og enn og aftur ætlum við bara að reyna að eiga góðan leik og ætlum ekki að fara að tapa aftur á heimavölli. Við ætlum að vinna alla leiki hérna heima og erum búin að tapa einum, þannig að það kemur ekkert annað til greina heldur en að vinna, en kannski meira og mikilvægara er að bara eiga góðan leik. Reynir náttúrulega, þetta eru nýlegar í deildin og þeir hafa farið mjög illa af stað, þeir hafa ekki enn unnið leik, þannig að þó að tölfræðin sé okkur að við höfum að vinna þá verða menn að vera vel á verði. Já, svona lið eins og Reynir eru sýnt veginn ekki gefinn og þeir eru ekkert að fara að leggjast flatir fyrir einum að neinu, þeir hafa alveg náð að stríða liðum, þannig að þetta langt frá að vera eitthvað bara unnið fyrirfram og bara nóg að mæta á staðinn og hirða 2 stig. Við þurfum líka bara að pæla í því að vera alltaf sem betri sem lið og spila betur í næsta leik heldur en þeim síðasta og svo koll á kolli, þannig höldum við okkar vinnu áfram og einbeitingu. Hvernig er staðan á svona leikmönnum almennt eins og til dæmis Danero, nú meiddist hann í leiknum á móti Val, hvernig er staðan á hún? Hann er alltaf meiddur eins og og er náttúrulega búin að vera mikið meiddur bara í haust, þannig að við höfum ekki fengið hann inn 100% og náttúrulega lykilmaður fyrir okkur og á að vera svona þetta svona sem maður sem er að reyna að byggja gott lið í kringum svona, og þannig að það verður gott að fá hann inn vonandi heilan einhver tíman fljótlega. Já, það er óvægt að segja eins og segir, hann byrjar tímabilið eiginlega bara hálfbröðsulega kall gríð. Já, hann alltaf meiðist á auga bara í æfingamóti í ágúst og er frá í eitthvað tíma út af því og meiði síðan á ökkla og búin að vera svolítið vel frá út af því og núna bak, þannig að ef ekki að segja að þetta hljóti nú að vera það síðasta, allt er þegar þrennt er, þessu sé nú bara lokið og hann geti farið að spila á fullu á þess að þurfa að ágjöra einhverju svona. Og við viljum náttúrulega hvetja áhorfendur til þess að mæta í höllina, leikurinn á sunnudeginu klukkan 4 í Ummæli. Já, það passar og við höfum bara fengið fína stuðning hingað til og væri gaman að fá það áfram. Og það náttúrulega bara ítrekka eins og svo sagt áður, körfubolti er fjári skemmtileg íþrótt og verður engin svikinn að horfa á skemmtilega körfubolta? Nei, það verður engin verið svikinn ennþá allavega. Og við gerum okkar besta til þess að standa undir því? Já, klárlega. Þannig gangi vel. Takk fyrir það.